Kjartan, það hafðist hjá okkur í dag hérna í úrslitaleik í annarri deildinni. Hvernig er tilfinningin eftir þetta? Þetta er ógeðslega gaman. Við erum búin að vera, kannski ekki æfa eitthvað rosalega mikið, en þetta er búið að svona myndast liðsheild og við höfum lagt mikið águr í vetur, þannig að þetta var ógeðslega gaman. Þessi úrslitaleikur í dag, þetta er jafnt framan af en hvað svona slítur á milli? Sko, með fullri virðingu fyrir þeim, þá erum við með betra lið. Við erum með leikmenn sem að spila á hærra leveli og við vonum bara leikurinn fór svona, þeir spila á sínu tempói byrjun og ekki við. Svo bara í hálfleik, eða svona rétt undir lok fyrri hálfleiks, þá náðum við að svona einhvern veginn gíra okkur niður og sérstaklega að spila góða vörn. Og þá bara litum við ekkert við og í hálfleik þá vissum við bara að voru með þá. Með fullri virðingu fyrir þeim. Álftanes, þetta er náttúrulega nágrannafélag Garðabæjar, þú spilaði hérna, hluti á því núna náttúrulega. Takk hérlega. Takk. Þannig að má ekki segja þetta sé þitt félag? Ég meina náttúrulega, ég er alveg upp hér. Ég er ólst upp inn í Sjávargötunni og á Álftanesi og ég stofnaði körfuboltadeild Álftanes. Ég þjálfaði 2001 fyrsta lið Álftanes sem fór á Íslandsmót. Fór þá sjálfur og keypti silfurlita End-One búninga útsölu í Intersport og rafvirkjateip og teipaði aftan á og við fórum og spiluðum. Þetta voru strákar fæddir 89 og 90 og það var fyrsta lið sem Álftanes sendi til leiks í Íslandsmótinu. Þannig að þetta félag, þetta er mitt félag og hér byrjaði ég bæði körfubolta og fótbolta og við erum með markmið og við langar að búa til flotta umgjörð og þannig að þetta var mikilvægt skref í áttina að því. Það heitir að gera þetta líka ennþá sérstakari dag að klára þetta núna. Já, algjörlega og ég meina það er fullt af fólki hérna af Nesinu sem að kom og mikið af Garðbæingum og þetta er alltaf svona, þú veist, þetta er bara ógeðslega gaman og það er alltaf að við erum hérna margir Álftanesingar í liðinu. Við erum þessu 4 eða 5 og þar að veru sko 2 strákar sem ég var umsjónarkennari tveggja, það var umsjónarnemendur mínu 2, annar er 24 ára, þannig að maður er orðinn heldur gamall en þetta er ógeðslega gaman. Og svo náttúrulega einstakt að forsetinn láti ykkur hafa bikarinn. Já, það var ógeðslega gaman, hann er algjör meistari, hann hefur komið okkur leiki hjá okkur og ég held að hann haldi með okkur. Og það var stóra spurningin, fáum við comeback í fyrstu deild frá Kjartan alltaf? Ég ætla bara að sjá hvað er mikið tíma, mér langar það og ég er alveg í formi til þess og þú veist, já, þetta ekki, við erum að svona pikka í einhver aðra gamla liðsfélag og sjá hverju vilja koma hingað og við ætlum að reyna að búa til flotta umgjörð og halda Hrafni sem flottur þjálfara, þannig að það er aldrei að vita.